Ég veit sjálf hversu góð áhrif það hafði á mig. Maður eignast sína bestu vini. Þegar maður orðinn fullorðinn þá maður svona reynslunni ríkari á því að ekki verið bara heima í tölvunni. Við höfum öll okkar drauma og það ótrúlega mikilvægt að trúa því og treysta að við getum náð þeim. Því að þá vitum við nákvæmlega af hverju við vorum að leggja þetta allt á okkur og það verður allt þess virði. Ég hef grætt rosalega mikið af því að stunda íþróttir og til dæmis háskólanám í Bandaríkjunum. Ég fór á skólastyrk í 4 ár í besta háskóla í heimi og það gaf mér alveg rosalega mikið. Og svo er líka bara félagskapurinn í kringum það að vera í einhverjum hóp, að vera að æfa einhverjum íþróttir er algjörlega frábær. Ég æfi dans. Ég er í hjólreiðum. Ég æfi á þverflautu. Ég æfi listskauta. Ég æfi fótbolta. Ég æfi handbolta. Ég æfi skylmingar. Ég æfi á motocross. Og ég er í skátunum. Síðan hef ég áhuga á leiklist. Ég er að æfa á gítar. Við erum að frjálsa íþróttir. Ég er að æfa skíði og síðan æfi ég fótbolta á sumrin. Þetta er eiginlega bara fjölskyldusport. Við erum búin að vera eiginlega öll í þessu og mér finnst það mjög gaman. Stuðningur foreldra skiptir náttúrulega alltaf máli. Ég er mjög heppin með það. Ég á frábæra foreldra og fjölskyldu sem hafa alltaf fylgt mér hvert sem ég hef verið að fara að keppa og sýnt mér mikinn stuðning. Og það að vera í góðum tengslum við mömmu og pappa, það hljómar kannski eitthvað hallærislega á ákveðnu svona tímabili í lífi manns, en maður verður bara að komast yfir það. Því að þetta er bara fólk sem þú átt eftir að leita til alla ævi og það að rækta samband sitt við foreldra sína, það skiptir öllu. Bara ljúfa minningar eins og það að vakna á laugardagsmorgni þegar ég var lítill tittur með pappa að fá sér havragraut áður maður fór á eitthvað innanhúsmót í fótboltanum, sko. Þá er pabbi, þú veist, bara svona, hei, nú erum við að fara á mót, sko. Mamma búin að smyrja nesti og hann að verja öllum deginum með manni og horfa á einhverja leiki. Það er bara ómetanlegur stuðningur að eiga góða foreldra sem geta séð af tíma sínum og koma á stutt mann. Ég er búin að eignast fullt af vinum mína. Það eignast svo skemmtilega vini og það er bara skemmtilegt að geta hreyft sig í leiðin. Við höfum fullt af vinum og vinkonum í tónlistinni. Margir af bestu vinum mínum eru úr íþróttum, skautunum, skíðunum, fótboltanum, allt bara. Byrjaði bara að æfa því mér fannst bara spennandi að æfa hljóðfæri og eitthvað svona aðeins öðruvísi en önnur hljóðfæri. Það er mikilvægt að vera alltaf að prófa eitthvað nýtt og læra á Ég er búin að prófa sund og karate, fótbolta, handbolta, körfubolta, fimleika og jazzballett, parkour, Lag, mér langar svo mikið að fara í box. skák, tennis, badminton. alveg heilan helling og ég man ekki einu sinni helmingi núna. Svo bara sikta maður þetta út hvað manni finnst virkilega skemmtilegt. Það er alltaf einhver fyrir alla einhvers staðar. Hvetjum börn og unglinga til þátttöku í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. Stuðningur foreldra skiptir sköpum. Þegar ég var 15 ára þá var ég að æfa alveg eins og skepna. Borðaði ekki nammi og drakk ekki gos og hvað þá áfengi. Ég var svona típisku 15 ára unglingur sem bara lifði fyrir íþróttirnar og var alveg með skýr markmið fyrir framtíðina. Ég ætlaði mér að vera atvinnumaður og landsliðsmaður í fótbolta og sá draumur hefur ræst hjá mér. Já, ég var svona frekar svona sein til eins og að byrja að mála mig og svona. Ég var með eitthvað svona upp á móti öllum en vildi ekki byrja að mála mig og var svona aðeins kannski öðruvísi að því leyti. Ég held á þessum tíma að kannski sjálfstraustið verið að kikka inn. Ég hafði skemmtilegt að segja frá því hvað ég var alltaf lítill í mér, bara ekki þannig að það hefði áhrif á mig, en bara það að hringja á pítsu, sko. Þú veist, ég þorði ekkert að panta pítsu fyrir ég var 13 ára eða eitthvað. Þetta er algjör klísi að segja þetta, en það er bara þannig, allir geta eitthvað, en þetta er bara undir mann sjálfum komið að svona svolítið kafa inn á við og bara hvað er það sem ég get. Ekki bara hugsa með sér, nei, ég er bara alveg vonlaus. Heldur er þetta bara aðeins að staldra við og sjá hvað styrkleikarnir liggja. Ég vil meina að það hafi alltaf verið mikið traust á milli mín og foreldra mína. Ekki bara á unglingsárunum, heldur bara alltaf í seinni tíð og ég hef verið heppinn að geta alltaf leitað til þeirra. Bara við að hafa það samband sterkt
það gerir það einhvern veginn að krakkarnir veit alltaf að þau geta leita eitthvað, sama hvað að og sama hvort það sé eitthvað sem maður hefur gert rátt. Þá allavega hef ég fundið fyrir því að ég hef getað farið til foreldra minna og ég hef getað talað við þau. Sama hvað ég gerir, þá eru þau alltaf þarna, þó sem maður gerir eitthvað sem maður átti ekki að gera. Sama hvort það eru ástamálin eða fjármálin eða hvað þetta heitir allt saman, þá gott að geta leita til foreldra sinna. Foreldrar mínir hafa alltaf lagt mikið upp á því að við fjölskyldan borðum til dæmis saman kvöldverð og hádegisverð. Þannig að við hittumst og spjöllum saman og eigum okkar stund saman. Það var ekkert gúffað í sig og hver fór síðan í sína áttina, heldur meira svona bara, herru, setjumst niður bara hvað að frétta og ekkert eitthvað, þú byrjar að stunda kynlíf, það var ekkert þannig, bara, hei, hvað að gerast og ekkert alltaf eitthvað, eins og ég segi, alvarlegt í gangi. Maður sér það eftir á hvað það var mikilvægt þó að maður getur oft sem barn og unglingur fundist þessi hlutir ekki skipta eins miklu máli, en þeir skipta miklu máli. Þau eru rauninni steinni sem má aldrei að geta farið, þannig að maður á alltaf að geta leita þangað. Verjum sem mestum tíma saman. Klukkutíma samvera foreldra og barna daglega getur ráðið úrslitum. Ég drekk ekki, ég reyk ekki, ég dóp ekki og ég hef aldrei gert. Ég reyndi að fara á eitthvað ímyndunum fyllir í þegar ég var 15 ára. Af því það var eins og allir krakkarnir yrðu að drekka. Það var eitthvað partí haldið þarna heima hjá einhverju stelpu, bekkjarsystur minni. Það sem einhver flaska með landa var látin ganga á milli krakkana. Mér fannst þetta vont á bragðið. Ég skildi ekki hvernig hinir krakkarnir gátu kynnt þessu eða gátu látið þetta ofan í sig. Ég fílaði ekki áhrifin af þessu. Ég fílaði ekki að vera stjórnlaus. Og ég hreinlega varð skíthræddur í þessu partíi þegar ég sá bekkjarsystur mínar drepast brennivínsdauða. Þær lágu þarna og það hefði hver sem getað gert hvað sem var við þær. Og núna á internetöld þá ekkert mál að taka myndir á gemsa af fólki með buxurnar á hælunum og setja henn á Facebook. Þannig að áhættan enn meiri í dag heldur en hún var þá. Ég held að ég hef áttað mig á því svona til dælu unga að það væru 2 valkostir. Mér finnst oft eins og fólk haldi að sé bara 1 valkostur að byrja að drekka. En það líka hinn valkosturinn að byrja ekki að drekka. Það ekki þannig að allir byrja einhvern tímann að drekka. Þannig að ég ákvað að velja þann valkost að byrja ekki og mér einfaldlega líður bara vel þannig og ég finn eitthvað þörf til þess að drekka. Ég vaknaði ekki einn daginn og ég hugsaði ég ætla ekki að drekka. Heldur ég bara einhvern veginn byrjaði aldrei. Það mjög auðvelt að skemmta sér án áfengis. Það eiginlega miklu auðveldara. Þú þarft ekki að redda þér heim, þú getur verið á bíl, þú eyðir miklu minni pening, gerir aldrei einhverja vitleysu og þú manst allt sem er mjög skemmtilegt. Ég hef einmitt fengið fyrirspurnir eitthvað svona að ég fór svo ofta á þjóðhátíð til dæmis. Hvernig gastu verið að maður ekki að drekka? En þú veist, það bara mjög ógeðslega gaman. Bara að fara á milli fólks og bara, eins og ég segi, bara steikja í liðinu, sko. Þau náttúrulega eru tómu tjóni og maður með, the upper hand, sko. Ég get lofað þér einu að á aldrinum 13 til 20 ára þá tekur líka með þinn algjörum stökkbreytingum. Þessi 7 ár sem líta frá 13 til 20 ára eru 100 ár. Þú ert eftir að þroskast rosa mikið bæði andlega og líkamlega. Það ekkert hollt fyrir þig að vera að fara að byrja að drekka áfengi núna eða prófa að reykja sígarettur eða eitthvað. Þú átt bara 1 líkama og 1 líf og þú færð ekki annan sjans. Fólk ætti að spara þetta og ég held að sé örugglega bara skemmtilegra fyrir vikið þegar það síðan ætlar sér að upplifa þetta. Að gera það þá bara pent og vera ekki í tómi tjónexta bak við einhverja sjoppur. Því lengur sem unglingar sniðganga áfengi, því ólíklegra að þeir ánýtist fíkniefnum. Hvert ár skiptir máli. Ég held að þetta snúist miklu meira bara að þekkja sjálfa sig og vera fullari sjálfstrausti til þess að taka þær ákvarðanir sem að þú vilt taka og fylgi ekki einhverju hjörð. Vertu bara þú sjálfur, fara upp á svið. Ef þú sjálfur þá ertu frábær. Alltaf því ég stíg upp hjólið fæ ég alltaf bara svona gleði í sálina mín. Þú getur alltaf skapað svona vilt svo lengi sem þú hefur gaman að því. Ef þú leggur nógu mikið á þig, hefur alltaf trú á því sem þú ert að gera, þá einhvern veginn í einhverju formi munir upplifa drauminn.
finna hlutana sem þykir vænt og elskar og vilt gera. Bara því að lífið væri svo leiðilegt ef allir væru eins, þótt að við séum mjög líkar, en... Kæru nemendur, nú hafið þið hlýtt á boðskap forvarnadagsins, boðskap sem frábærir íþróttamenn og listafólk hafa flutt okkur. Reglurnar 3 hafa tryggt það á undanförnum árum að okkur hefur tekist nemendum í grunnskólanum og öllum sem hafa staðið að forvarnadeginum að slá Evrópumet. Ná því að Ísland fremst í því að draga úr neyslu unglinga á fíkniefnum og áfengi. Og það einmitt þessar reglur sem hafa tryggt það. Og nú vona ég að þið í kjölfarið á forvarnadeginum verði með okkur í því liði að við eigum áfram Evrópumetið. Það tryggir líka ykkur sjálfum heilbrigða og farsæla framtíð. Og ég þakka ykkur fyrir að taka þátt í deginum nú, þakka skólanum ykkar og öllum þeim sem hafa gert forvarnadaginn jafn glæsilegan og raun ber vitni. Taktu þátt. Hvert ár skiptir máli. Verkefnið styrkt af Actavis.